En klukkan 8 hefst borgarafundur í Háskólabíói en þangað bæði þingmönnum og ráðherrum boðið að hlusta á skoðanir fólks og svara fyrirspurnum. Fundurum verður sýndur í beinni útsendingu hér í sjónvarpinu en Þóra stödd vestur í Háskólabíói. Já, það augljóst að þeir sem stóðu á þessum fundi bjuggust í margmenni og hér nánast orðið fullt. Það ennþá 20 mínútur þar til að fundurinn hefst og það fylltist eiginlega hér bara leið og dyrnar voru opnaðar. En umræðuefnið sem sagt efnahagsástandið í landinu og hingað öllum frjálst að koma. Sérstaklega hafa verið boðaðir hingað ráðamenn þjóðarinnar og á sviðinu hérna fyrir aftan mig eru 51 stóll fyrir þingmenn okkar og 12 stólar fyrir ráðherrana sem eru sérstaklega merktir þeim með nöfnum. Og svo hér nægt nóg pláss fyrir Davíð Oddsson og hann á sérstaklega merktan stól hérna líka. Nú en hér koma fram 4 frummælendur og það eru þau Silja Bára Ómarsdóttir, hún stjórnmálafræðingur, Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, Margrét Pétursdóttir, verkakona og Benedikt Sigurðsson, framkvæmdastjóri. Og þetta allt saman ólíkt fólk og þau ætla að tjá okkur hug sinn en það geta líka þeir sem sitja hér í salnum gert. Þeir geta óskað eftir orði og fengið þá 2 mínútur til þess að bera upp einhvers konar erindi eða spurningu til þeirra sem koma í salinn. Nú, fyrstu þingmennir eru að ganga á sviðið og þess vegna klappa hérna fyrir aftan mig og mér sýnist að vera Árni Páll, Steinunn Valdís og svo reyndar von á fleirum. Og við vitum allavega örfáa ráðherra sem hafa boðað komu sína, meðal þeirra Þórunn Sveinbjarnardóttir. En það eins og ég sagði áðan, tæpur hálftími þar til að fundurinn hefst og eitt af því sem á að ræða hér og kynna á þessu fundi vantrauststillaga sem þeir sem fundinum standa hafa smíðað og við búumst bara við fjörugum umræðum hér á eftir og áður en að kastljósi lýkur þá munum við sjá hvernig sviðið verður mannað. Þannig við þakkum fyrir okkur í bili. Já, eftir nokkra mínútur hefst borgarafundur í Háskólabíói og þá hefur bæði ráðherrum og alþingismönnum verið boðið til að hlusta á kjósendur sína og svara spurningum og margir bíða spenntir eftir að sjá hverjir muni mæta og Þóra einmitt stödd í Háskólabíói. Já, ég hér í gjörsamlega troðfullum sal í Háskólabíói. Hingað mættir allavega 1000 manns og andrið þar að auki fullt af fólki sem ætlar að fylgjast með þessu fundi á sjónvarpsskjáum. Hér á sviðinu mættir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ráðherrar, þar meðal Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Geir Haarde. Og Guðmundur Sigurðsson fundarstjóri, Gunnar Sigurðsson fyrirgefðu, það svo margir hérna, fundarstjóri hér í kvöld. Hverju áttu von á að þessi fundur skili? Já, ég vona bara að skili lifandi og skemmtilegum umræðum þjóðlífið eins og það í dag og vona bara að við fáum einhver svör sem við ekki fengið áður. Og ég vona líka bara að fólk láti sér heyra og svona útskýrið millilega laust fyrir stjórnvöldum. Og svo vona ég líka bara að ríkisstjórnin og alþingismenn kynnist sínu kjósendur frá nýju sjónarhóli. Og þið ætlið að klappa hér í hvert skipti sem að nýir bætast í hópinn, en þið ætlið líka að kynna vantrauststillögu hér í kvöld, getur þú sagt. Þið ætlið að kynna hérna einhvers konar byltingakennda tillögu? Ekki byltingakennda tillögu, við ætlum bara að kynna sjálfsagðan hlut sem við teljum eðlilegan í upplýstu velferðar þjóðfélagi þar sem allt þarf að vera upp á borðinu. Það það sem við ætlum að gera. Takk að kærlega fyrir Gunnar, þú ætlar að stjórna fundurinn. Já, við erum ekki grífið því. Takk. Já, takk. En fundurinn hefst í sjónvarpinu og hún verið sjónvarpað beint eftir nokkra mínútur og fylgjast með þessum fjörugu umræðum. Takk.